Hér í Víðilundi á Akureyri fer fram ýmislegt starf en meðal annars hittist hér í hverri viku hópur handverkskvenna sem hefur það að markmiði að nýta alla þá afganga sem falla til við handverk, hvort sem gagnáganga efni eða annað, og styrkja í leiðinni Rauða krossinn. Við erum búin að vera allavega í 14 ár við þetta. Og hvernig fór þetta á stað? Ég held þetta hafi farið þannig á stað að eitt sumarið þá átti eiginlega að loka. Þá var dagvistun hér sem að þau voru miklu fleiri þegar við byrjuðum, það eru bara farnar yfir móðuna. Og þá var ákveðið að fá að vera hérna og nýta bara það sem við áttum heima hjá okkur. Gera úr þeim teppi til að sitja í Rauða krossin eða bara til að koma saman hérna. Það var byrjunin. Þannig að þessi félagsskapur hefur styrkt Rauða krossin í all árin. Þetta svolítið kannski öðruvísi heldur en margar handavinnukonur fara kannski að kaupa gagn í ákveðna uppskriftir. Þið hafa þetta svolítið öðruvísi hér. Já, við nýtum alla afganga bara orðið í svona teppi sem bara pínu litið svona, við getum nýtt allt. Og hvað gerir þið við svona pínu litla spotta? Við splæsum þau saman og gerum svona heila hnykla. Þá þurfum við aldrei að ganga frá endum, nefnum bara byrjun og endir á teppinu. Eða trefli, eða það hefur líka verið prjóna treflar og húfur. Og hvað verður síðan það sem verður til hér? Þetta fer í það sem við ekki getum selt, þá fer allt í Rauða krossinn í pakningar þar sem að fara til Hvíta-Rússlands. Allir við séum ekki svona 8 svona jafnæði. En það mætu náttúrulega ekki allar en við erum allar og svo eru konur út í bæ sem að ná sér fá gagn og prjóna heima og koma svo bara með sokka og vettlinga hingað. Hvað það sem drífur ykkur áfram? Bara viljinn að vinna í þessu og koma þessu áfram. Koma saman hérna, það er bara skemmtilegt. Og fólk getur nú tekið þátt bæði með því að koma hingað og prjóna eða hekla, en eins þá takið þið við alls konar gagni. Við tökum við öllu gagni hérna. Og það má líka setja það í Rauða krossin í gámana, það skilast til okkar líka, þess að þanga fyrr. Og þá er henni ekkert of lítið? Nei, við tökum við öllu og við vinnum úr bara svona pínu litlu því að það getum við notað í þetta, að splæsa það saman. En það er hægt að kaupa þér hérna í Víðilundi á miðvikudagsmorgnum og svo er hérna skápur frammi í forstofu sem við erum með vörur í líka og þær hafa selta fyrir okkur hérna í Víðilundi. Og síðan er markaður núna, hann verður upp í höll með handverkssýningunni hérna frá Víðilundi og þar verðum við með okkar vörur til sölu. Og hvernig er að taka þátt í svona starfi? Það er bara gaman. Mjög svo. Handavinnuhópurinn sendir reglulega hlýja pakka til Hvíta-Rússlands en sumar flíkurnar sem tilverða í hópnum eru seldar og ágóðun fer þá í góð málefni. Dagana 20. til 23. maí næstkomandi verður handverkssýning í íþróttahöllinni þar sem hægt verður að skoða afrakstur vetrarins og kaupa vörur á handavinnumarkaði.